Það eru tvær sögur úr Biblíunni sem hafa haft alveg gríðarleg áhrif á okkar heim. Það er annars vegar sagan af Adam í aldingarðanum Eden og hins vegar sagan af Kristi í eyðimörkinni. Í þessari umfjöllun ætlum við að kafa ofan í hvernig þessar tvær frásagnir eru í raun sitt hvar hliðin á sama peningnum og spegla grundvallarval sem við öll stöndum frammi fyrir. Já, þetta er einn af þessum stóru spurningum, ekki satt? Spurning sem hefur fylgt mannkyninu öldum saman. Heimildi sem við stuðjumst við hérna gefur ekkert einfalt svar, en hún býður upp á mjög djúpa og táknræna leið til að hugsa þetta. Skoðum það nánar. Svarið er sem sagt ekki falið í sagnfræðilegum staðreyndum, heldur í dæmisögu. Og það er mikilvægt. Við þurfum að lesa söguna Eden eins og hún er hugsuð, sem könnun á því hvaðan þessi eilífa barátta í mannlegu lífi kemur. Ok, byrjum á byrjuninni. Fyrsti þátturinn í þessari dæmisögu snýst allur það sem gerist í aldingarðinum Eden, þannig kjarna átakana. Þannig Eden er ekki endilega einhver landfræðilegu staður. Þetta er frekar ástand. Ástand þar sem allt er gjöf og allt byggir á trausti. Þetta er heimur þar sem maðurinn lifir í sátt og samlyndi við skaparan og sköpunarverkið. Allt er til alls. Og þá birtist höggormurinn. Hann kemur ekki með beina árás, heldur með spurningu. Spurningu sem er hönnuð til að sá einu litlu fræ efa. Hann ýkir og brenglar orð Guðs til að láta þau hljóma fáránlega. Og taki eftir þessu, svarið hennar sýnir að eitthvað hefur þegar breyst. Í staðan fyrir að tala alla þá gneigð sem hún hefur, þúsundir trjáa sem hún má borða af, þá beinir hún allri sinni athygli að þessu eina banni. Þetta er algjört lykilatriði. Grunnsemdirnar hafa brenglað veruleika skinn hennar. Allt í einu er heimurinn ekki lengur fullur af gjöfum, hann er skilgreindur af því eina sem er bannað. Það forboðna er komin í miðjuna. Og þá kemur loforðið vald. Höggormurinn málar Guð upp sem eitthvað sem vil halda manninum nýðri, en hann, höggormurinn, býður upp á frelsi og þekkingu. Þetta er hinn klassiska freistingun. Að hrifsa til sín völd í stað þess að þiggja gjöf. Og þetta er kjarnin í þessari túlkun. Fall mannsins er ekki fólgið í því að borða ávöxt. Harmleikurinn er tap á trausti. Það er eitrið sem smítast inn í allt mannlegt líf og skapar fjarlægð milli manns og Guðs og manna á milli. Jæja, förum nú yfir í hvernig Páll postuli tekur þessa gömlu sögu og notar hana til að útskýra tvo gjör ólíka lífshætti, tvær andstæður. Samkvæmt Páli er Adam því ekki bara einn maður. Hann er svona frumgerð, tákmynd fyrir ákveðna leið til að lifa lífinu sem endar í dauða. Og Kristur er hinn frumgerðin. Hann er tákmynd fyrir aðra leið, leiðina tilbaka til lífsins. Þessi tafla sýnir þetta mjög skýrt. Ríki Adams, það byggir á grunnsemdum og óhlýðni. Niðurstaðan er sök, dómur og deyði. En svo er það ríki Krists. Það byggir á trausti og hlýðni. Og þar er niðurstaðan náð, gjöf, réttlæting og líf. Og Páll gengur lengra. Hann segir að náðin sé ekki bara einhvers konar plástur á sárið. Hún er ekki bara jafnvægi við syndina. Hún er alveg yfirþyrmandi. Hún er óhófleg. Hún er miklu, miklu starri en brotið nokkurn tíman var. Þessi salmur fangar þetta fullkomlega. Þegar maðurinn er fastur í ríki Adams, þá er eina vonin að ákalla þessa óþrjótandi miskunn, þetta óhóf náðarinnar. Og nú komum við að hápunktinum. Við skulum skoða söguna freistingu Jesú í eyðimörkinni, því hún er beinlínis spegilmynd fallsins í Eden. Hugsa ykkur munin á aðstæðinanum. Adam er í aldingarði umvafinn gnættum. Hann hefur allt. Jesús er hins vegar í eyðimörk eftir 40 daga fostu. Hann hefur ekkert. Aðstæðunar eru gjör ólíkar. Og valið er líka alger andstæða. Adam reynir að hrifsa til sín það sem hann heldur að muni gera hann að Guði. Jesús hins vegar neitar að hrifsa til sín völd. Hann neitar að prófa Guð. Hann velur að treysta. Freistarinn býður Jesú vald. Vald til að metta eigin hungur. Vald til að skapa sjónarspil og vald yfir öllum heiminum. En Jesús hafnar þessu. Hann hafnar þeirri leið sem Adam valdi og velur í staðinn að treysta orð Guðs eitt og sér. Og hvað gerist þá þegar hann er búinn að standast freistingarnar, þegar hann hefur valið traustið, þá er gefin. Það sem Adam tapaði með því að reyna að grípa það fær Jesús sem hreina gjöf vegna traustsins. Þessi myndlíking er alveg frábær.
Jésús verður eins og fremsti maður í klifrulínu. Hann reður brautina. Hann sýnir að það er til önnur leið en leið Adams. Hann opnar leiðina aftur til lífsins fyrir alla sem fylgja á eftir. Jæja, draugum þetta nú saman. Hvað þýðir þetta allt saman á endanum? Jú, þetta snýst allt persónlegt val. Þessi tilvitnun frá danska heimspekingnum Søren Kierkegaard neglir þetta eiginlega. Hún færir áhersluna frá því sem við gerum yfir á það hvernig við erum. Andstæðan við syndina er ekki bara að vera góður, hún er að treysta. Þannig að kjarnin er þessi. Stóra valið í lífinu er ekki endilega milli góðra og slæmra verka. Það er milli tveggja grundvallar ástöðu. Lífum við út frá grundsemdum og ótta eða lífum við út frá trausti og þakklæti? Og þessi forna dæmisaga skilur okkur eftir með þessa spurningu. Hún beinir sjónum okkar frá þessum gömlu textum á okkar eigin lífi, okkar eigin ákvörðunum hér og nú. Og spyr, hvaða konungsríki erum við að byggja í dag? Ríki grunnsemdana eða ríki traustsins?